Jakob, örugg sigur móti toppliðinu hérna á heimavelli. Sveiða sárt tapið inn í Grindavík. Sveiða svona mikið að þið komuð bara brjálæðir inn í þennan? Nei, við tölum ekkert þann leik sko. Hann sveið náttúrulega á þeim tíma. En það var ekkert eitthvað sem við vorum að tala fyrir þennan leik. Við vorum aðalega bara að tala að reyna að halda áfram að byggja honum það sem við höfum verið. Við höfum verið að ná að setja saman nokkra sigurleiki núna í janúar og ná að halda því áfram. Og hann er bara mjög ánægður með frammistöðuna í kvöld. Þið náðu tökum á leiknum snemma eða bara í fyrsta leiknum að setja þetta 3 eða 4 þrista í röð. Hvað þurftu að gera til þess að viðhalda þessu og klára þennan leik eins og þið gerðu? Mér fannst við bara nokkuð þéttir, nokkuð góðir varnarlega í fyrri hálfleik. Við vorum ekki að gefa mikið af auðvöldum körfum til þeirra og svo náttúrulega bara fráköstuðu vel. Við vorum að halda, ef vörnin var að halda og náðu að loka vörnin með að taka varnarfráköst sem var mikilvægt fyrir þennan leik. Þeir eru rosalega gott sóknarfrákastlið og svo náttúrulega bara hittum við mjög vel í fyrri hálfleik. Það er ekkert annað að segja. Þá er leiðið að vinna leiki eins og segir í núna þessi síðustu vikur þráttur að vera án fjórða atvinnumannsins í rauninni. Einhverjum sögursagnir að sé einhverjum leiðinni er eitthvað slíkt í kortunum hjá okkur? Það er ekkert komið á hreint. Það er ekkert búið undirritað neina samninga eða neitt svoleiðis sko. Við erum auðvitað bara að leita og sjá hvort við finnum ekki eitthvað fyrir ára glugginn lokar. Hvort sem mögulega gerist það bara á næstu dögum eða einhvern tíðan næstu viku. Ég veit ekki hversu fljótt, en við erum að sjálfsögðu aktífir á markanum. En hangið yfir YouTube-vídeó heilu og hálfu nefnuna? Ég gera það ansi mikið í vetur, en ég reynir svona að pikka út að helsta. Málið er bara að markaður í janúar fyrir stóra Evrópumenn er mjög lítill og oft tíðum ekki góður. Þannig að maður það kannski ekki horfa lengi til þess að bara henda og fara í næsta sko. Gerðu það ekki Jakob og gangi ykkur vel. Takk.